fá þig heimsókn. Já, takk fyrir að bjóða mér, Sölvi. Aftur, já. Svolítið síðan. Já, þú komst hérna fyrir kosningar. Já, síðustu kosningar. Já. Þið komuð allar hérna, þú, Kristrún og Inga. Já, allar í beit. Já, frekar skömmu fyrir kosningarnar. Já. Hvernig hérna ef þú ferð aðeins yfir þetta tímabil síðan að ríkisstjórnin var mynduð? Ertu ánægð með það? Já, í heildina ég ánægð með þetta, Sölvi, og ekki síst að finna það að það var lengi vel svona ákveðin léttir út í samfélaginu, að það þú veist, að sjá okkur vera saman 3 ár, eitthvað annað heldur en hefur verið. Það var svolítið krafið það að það yrðu ákveðna breytingar, að það væri ekki alltaf það sama sem að stjórnaði. Og einhverja leyti endurspeglaðist það ekki síst í umræðinu síðsliðið sumar í blessuðu veiðigjaldunum, þar sem að við vorum að reyna að tala og berjast fyrir því að þjóðin myndi fá sína eðlilega hlutdeild í auðlindum hennar, og þá fann maður sérstaklega fyrir þessum mikla stuðningi og peppi frá fólki út í samfélaginu. En heildina, já, það margt búið að gerast, og þú veist, maður sáttu við allt? Nei. Ég sátt við allt í þessu? Þú veist, ekkert alltaf hoppandi glöð með allt, en stóra myndin svo að við erum að hreyfast að mínum að í jákvæða átt. Það verið að taka á ýmsu sem hefur ekki verið tekið á eða klárað. Hvað var það sem voru ekki sátt? Ég segi það ekki bara þegar kjörtímabilið búið, sko. En ég held að það sé nú alveg ljóst að, þú veist, þetta eru 3 flokkar og það eru málamiðlanir og sem að þarf að gera, og við höfum allir flokkarnir þurft að gera það, þú veist, við vitum alveg að það er til að mynda annað viðhorf frá flokki fólksins til Evrópu og Evrópusambandsins, og ég virði það. Og síðan eru aðrir hlutir sem að ég hefði viljað sem að þau leggja áherslu á, en maður hefði kannski viljað útfæra með einum eða öðrum að hætti öðruvísi, en stóra myndina, ég er mjög stolt af því að vinna með þessum 2 samstarfsflokkum okkar. Við erum 3 mjög ólíka konur, myndi ég segja, ólíkum aldri. Ég og Inga eru náttúrulega á svipuðum aldri, en svo er náttúrulega Kristrún. Hvað gerir ykkur helst ólíkar? Við komum aðeins úr svona ólíkum áttum. Við erum bara ólíki karakterar sem að ná samt að finna þennan þráð, sko, sem að svo dýrmætur í því að vera í samband og byggja upp samband. Og þú veist, allir ég og Inga séum ekki meiri skvettur heldur en Kristrún, en svona í heildina síðan þá er þetta bara þú veist, það er eitt sem að saman okkur, við erum ekki skoðanalýsar, og þá þurfum við að setjast niður. Það er nærvægt að vera í þessari stöðu og vera í skoðanalýsar. Ég veistu það, ég hef horft á stjórnmálamenn í gegnum tíðina sem að bara sigla með, og það er það sem ég vil ekki vera. Kannski þekkt fyrir pólitík er að vera stjórnmálamanneskja sem að velur alltaf auðveldustu leiðina, því það er mjög auðvelt að vera í pólitík og ekki breyta neinu, ekki rugga neinu, ekki taka neinu óvinsælar ákvarðanir, fara fyrst út og mæla, þú veist, vinsældirna með hinn og þessu máli. Og að ef við værum að hafa okkur þannig í pólitíka, þá hefðum við ekki getað náð að upplifa merkilega breytingar til að mynda í alþjóðastarfi, að því ég er þar núna í svona minni mestu vinnu, að þá hefðum við til að mynda aldrei farið í NATO. Það var mjög umdeilt, og það sama með EES-samningin, líka umdeilt, og allar sömu raddirnar þá, og við erum að heyra núna að við missum yfirráð yfir landinu og fiskimiðunum og fullveldinu ógnað og sjálfstæði farið, og þú veist, þetta sem að allt hefur komið á daginn að var ekki rétt, miklu frekar að þá yrðum við sterkari með okkar rödd í samfélagi þjóðuna. En auðvitað talandi þetta tímabil, þetta 1,5 ár, og frá því að ríkisstjórn tók við völdu, þá er náttúrulega búið að vera
yfirspinn á öllu í alþjóðamálum, sko, sem að náttúrulega hefur áhrif á hingað heim líka. Mér langar að koma betur inn á alþjóðamálinu eftir, svo náttúrulega eðli málsins samkvæmt munum við tala ESB. En mér langaði fyrst, sko, ef ég mætti segja, því ég sagði hérna ofta, ég heldi mikið með ykkur, en það sem ég hugsaði fyrir kosningarnar, og þetta bara, fólk ólíkt, þegar ég gekk að kjörborðinu, þá hugsaði stærsta kosningamáli mitt að ríkið drægi úr útgjöldum. Því mér finnst bara, ég hef verið sjálfstætt starfandi, ég vann í einkageiranum fyrstu, sko, 7-8 árun og síðan hefur verið sjálfstætt starfandi síðan. Ég held að sé mjög lítill skilningur á því hjá þeim sem fá alltaf launatekkanum hver mánaðamót, hvað það að búa til vinnu fyrir sjálfa sig og aðra. Og ef þú ert að reka heimili og það bara alltaf hægt að setja meiri útgjöld og svo bara bókaldi lítur ekki vel út og þá segir ég það bara fá meiri pening frá ykkur í staðin fyrir að byrja að skoða mitt. Og þú talar óvinsælar ákvarðanir á þann. Að mér finnst, og þá þetta bara að tala fyrir mig, mér finnst útgjalda bara, mér finnst allt einhvern veginn líta þannig út að það sé ekki mikið verið að reyna að hefta útgjöld. Að því bara báknið stækkar og það er svo erfitt að taka þetta tilbaka þegar eitthvað er komið á. Það eru óvinsælar ákvarðanir og óvinsælustu ákvarðanir sem þarf að taka að mínum að því. Ég skil alveg hvaðan þú kemur, sko. Ég, í grunninn deili þessum sjónarmiðum og ég ætla ekki að, við tölum auðlindagjöldin á þannig, ég nefndi þau, þú veist, ég algjörlega á því þó að ég vilja að það sé hófsemi í sköttum og gjöldum að það hafi verið réttlega, það var komið tími, það var búið að ræða með þetta, sko, áratugi varandi veiðigjöldin að þjóðin ætti að fá réttmæta hlutdeild í auðlindum og þeim sem að nýta, frá þeim sem að nýta auðlindinar í okkar þá. Þannig að það er mál sem að bara var svona prinsipmál, almannahagsmuni fram að sérhagsmuni og svo framvegis. Og ég held að fyrir vikið og ég vona það að við náum þá meiri frið sjávarútvegsins slíkar sem er náttúrulega mjög stór og mikilvæg atvinnugrein og við erum forustu þjóð, við erum bara stórveldi þegar kemur að sjávarútvegi. Síðan er hitt, já, þú veist, það þarf að vera hófsemi í gjöldum. Við erum ekki að hækka almenna tekjuskatta á fólk eða fyrirtæki, en það sem við höfum samt verið að gera er að því við vorum nú bara að klára þingi daginn að það er verið að til dæmis að sameina nokkra stofnanir í stofnanir atvinnuvegana og ég veit að atvinnuvegar á þeirra er ekki hægt hvað það varðar. Það er búið að einfalda regluverki í kringum veitingar í orkumálum. Það er búið að trappa kerfið þar niður af því það gengur ekkit að það sé að mál sem eru mjög mikilvæg framfaramál fyrir samfélagið og þarf að taka ákvarðanum að þeir sé að velkjast í kerfinu sko, ekki bara einhverju mánuði saman, heldur árum saman. Við erum líka búin að klára mál frá dómsmálaráðherra okkar þar sem að 9 sýslumannsembætti eru saminu. Það eru áformið það að sameina lögregluembætti og fækka þeim verulega leið að við ætlum að passa upp á landsbyggðirnar, við ætlum að passa upp á þjónustu, en þetta er hluti af þeirri sín þessara ríkisstjórnar að við ætlum að reyna að einfalda kerfið og minnka það og því miður þá erum við Íslendingar að því það verið að skamma stjórnvöld í gegnum tíðina, ég myndi segja ekki síst fyrri stjórnvöld ýmsa gullhúðun er þetta bæta einhverjum hlungum ofan á regluverk sem að kemur að utan og segja að þetta verður að gera einhverju sér íslensku sem að bara þýðir flækjur og leiðindi fyrir ekki bara fjölskyldunar heldur litla og meðalstóru fyrirtækin sem þetta getur verið gríðarlega þungbart fyrir mörg hver en það sem að við erum líka búin að gera það sem að ég er til dæmis stolt af að við erum búin að lækka skuldir ríkissjóðs 8% það var ekki sjálfgefið við fórum í það að selja Íslandsbanka án þess að það klifi þjóðina og allir væri á einsoginu á samfélagsmiðlum. Við gerðum það bæði fengum fínt fyrir hann og gerðum þetta með gegnsæðum góðum hætti. Kláruðum erfið mál sem að varða 10 milljarða framtíðarskuldbindingar, lífeyrisskuldbindingar, íhjaldssjóð. Við erum búin að taka á hluti sem að voru svolítið hummaði lengi vel framan af. En og þannig að þú veist, en ég skil hvað þú ert að fara. Ég er búin að vera nógu lengi að fjalla samfélagsmál og fylgjast með þess að vita að þetta er ekkit einfalt. Ég var með Bjarna Ben hérna einhvern tíðan og hann sagði, þú veist, fyrsta ræðan mín á þingi var að minnka hið opinbera og svo ég hérna hjá þér eitthvað bara 20 árum síðar og þetta er bara ennþá að þenjast út og þetta er eins og þessi tregðulögmál. Og þess vegna held ég að maður þurfa að vera þeimun harðari
og taka þeimun óvinsællega ákvarðanir af því þetta bara, það einhver tregða í kerfinu og þá langar mér bara að nefna, þú veist, að því að nefni veiðigjöldina, þá ég ekkert með einhverja brjálæðislega sterkar skoðun á því, aðra en þá að ég vil bara bestu útkomuna og ég hef hugsað, sko, hvað ef að þeir sem eiga stærstu sjávarútvegsfyrirtækin eru bara kallaðir að borðinu af þeim sem stýra og það er bara sagt, heyrðu, þið með alveg græða, en þetta þarf alltaf enda aftur inn í íslensku atvinnulífi, allt. Að því hættan svo ef það ferða skattleikit og mikið, þessir aðilar eru með bestu endurskoðundina, bestu lögfræðingana, þeir eru með leiðir til þess að peningarnir skili sig kannski ekki inn í íslenskt hagkerfi. Að þá bara, heyrðu, hvernig getum við bara sýnt fram á minni hagnaðan við borgum minn og þetta endar og allir tapa. Þannig ég er svo mikið þar að mér bara, þú mátt alveg græða fullt af peningum. Algjörlega. En bara þetta verður að skila sér inn í íslenskt atvinnulíf allt saman og þá skal ég láta ykkur í friði. Varðandi því nú er ég búin að vera lengi í fjölmiðlunum og ég, einmitt bara frá því ég byrjaði þá horfði ég á það var ekki sama krafan gerð á vinnuframlag upp á Stöð 2 og RÚV, bara mikill munur og ég held að það væri búið að skera rosalega oft og rosalega mikið niður á RÚV ef það væri einkafjölmiðl. Nú situr yndislega aðstofakonaðina hérna í herbyggjunum með okkur. Það stóð til að ég yrði mögulega aðstofamaður Björgvins G. Sigurðssonar viðskiptaráðherra árið 2008 ef ég man rétt. 7, já. Þá voru launin við að stýra Ísland í dag sem ég var að gera þá. Hér vel nákvæmlega þau sömu eins og að vera aðstofamaður ráðherra. Ég held að í dag sé það að vera aðstofamaður ráðherra það bil 2-falt hærra en að vera að stýra Ísland í dag. Þetta er bara til marks hvert þetta farið og það hvatinn eru þið mikill að vinna fyrir því opinbera. Og það sem ég hef ágjur af að ef við förum yfir ákveðin punkt og það ákveðið stórt hlut af þjóðinni sem bara að vinna fyrir opinbera, þá þetta bara orðið dálítið sósíalískt samfélag. Já, algjörlega sammálari því að það orðið. Ég ger ekki lítið í því að þú ert örugglega að vinna mjög góða vinnu, Ingilif. Já, bara takk fyrir það. Þú veist, ekki spurning og að þú veist, aðstofamenn eða hvað það stjórnkerfi skiptir auðvitað miklu máli og við þurfum að hafa það vel mannað. En það eitthvað brenglað að mínum mati þegar einkageirinn komin ekki sína mestu samkeppni fólk sín á milli heldur við hið opinbera. Þú veist, og það mjög marga viðrunarbjöllur og ég bara horfi líka á það með Reykjavíkurborg og ég spennt að segja hvernig nýr meirihluti þar mun taka málum við, þú veist, okkar maður þar Róbert Ragnarsson mun stýra hópi sem einmitt að fara yfir nákvæmlega þessa hluti, hvernig þetta hefur pílutið þannist út þar í borginni og við í Viðreisn við sögðu það alveg skýrt að við vildum setja minna í kerfið meir út í hverfin þannig að það sé hægt að forgangsraða í þannig ætlum við allavega nálgast til að mynda Reykjavík og víðar það sem að við erum í sveitarstjórnum en já, ég skil alveg hvað varst að fara varðandi þetta og þetta að mínum að þetta viðvarandi verkefni og við sjáum það þú veist, ríkisstjórnuna undan, þú veist, og í rauninni ríkisstjórnuna og ég ætla ekki að fara að tala bara eitthvað Sjálfstæðisflokkinn eða eitthvað, en hann samt hefur haft mjög mikil áhrif í gegnum tíðin og sérstaklega síðust ári. Ég myndi bara að segja allir flokkar. Já, bara allir flokkar. Allir gamlu flokkar. Kerfið hefur þanist út, undir stjórn allra flokka. Já, kerfið hefur þanist út eiginlega án þess að við erum að hugsa hvað erum við að fá út úr kerfinu. Þú veist, það alltaf kerfið þarf að standa, við erum búin að sjá til að mynda og ég hefði viljað sjá í staða fyrir að færa allt í kerfið sem slíkt, hvað blasir við okkur? Það er 10 miljardar innviðaskuld til að mynda í vegakerfinu og allt í einu stöndum við frammi fyrir því að við tökum það ákvörðun. Það ein af viðbótar útgjöldunum að segja, heyrðu, það verður að fara að byrja á þessu og við settum núna á þessu ári til viðbótar 7 miljardar í það að bæta og viðhalda vegum sem að hafa verið vanrætt mjög lengi. Þetta bara svona lítið dæmi þau verkefni sem að við erum að setja í. En já, þetta eitthvað sem við þurfum að halda áfram og hluti af því sem að ríkisstjórninni byrju með og við ætlum ekki að hætta við. Við erum byrjuð að skoða hvernig við getum einfalda kerfið, aðeins skorið mestu fituna til þess að annarkvort að hafa svigrúm, einhver tíma til þess að lækka skatta eða að styrkja þá innviði sem eru hvað veikastir hjá okkur. Þú talaður áðan varðandi sjávarútvegina því ég algjörlega sammálaður hann verður að vera með okkur í sig, en hann varða. Við sjáum, náttúrulega sjávarútvegskerfið bara örstutt, þetta kannski pínu langklokka en samt. Ekki á löng. Nei, ekki á löng. 83 tekið mjög mikilvæg ákvörðun að koma kvótakerfuna á. Umdeilt, gríðalumdeilt. Eina af þessum ákvörðunum sem að
bara rifið samfélag alveg í tætlur, hvað sem það var fyrir vestan sem voru algjörlega á móti þessu. Halldór Ásgrímsson stóð svona svolítið í brúnni og bara tók þessa ákvörðun að því stofnun var að hrunu komin. Kvótakerfið, fæn. Og þú veist, svo eru fyrirtækin og þau eru ennþá svona freka veikburða og það búið að ákveða 1990 að setja framsalið, frjálsa framsalið. Það ýtir undir verðmætasköpun, hagræðingu greininni. Þannig að þannig verið að gefa greininni svigrúm, tímalegt svigrúm til þess að byggja svo upp, sem hún gerir. Og þú veist, fram til 2000 hún að verða alltaf sterkar og sterkari. Þá sett á auðlindanefnd undir forystu Jóhannesar Nordal og þar kemur einmitt greinin að. Og hún tekur þátt í því að komast að þeirri niðurstöðu að nú komið að þriðja fasanum. Fyrst að tryggja stofninn sér í lagi, passa upp á sjálfbærni, svo passa upp á fyrirtækin að þau geti vaxið og blómstrað og þegar þau eru komin og svona grundvöldlega komin undir þeirra starfsemi, þá komið að því að þau greiði eðlilegt gjald fyrir auðlindina. Og það var niðurstaðan árið 2000. Og LIU, þáverandi forveri SFS, tók þátt í því að segja, ok, við erum komin að þessu, farið í 2003, þá hverfa þeir frá þeirri sátt. Þannig að þetta í rauninni þriðji fasinn, lokafasinn, sem að þurft að klára. Og á einhverju leiti gerði þessi ríkisstjórn, tók hún alveg nægilega stórt skrefið í, það maður gagnrýna okkur fyrir það, en ég vil allavega meina það að svo ákvörðun sem að var tekin, hún skrefið þeirri viðleitni að þjóðin fái eðlilegt afgjald fyrir auðlindirnar. Það síðan það sem að hins vegar dregur fram að eftir þetta gjald var sett að þá eru fjárfestingar í greininni sem aldrei fyrir og ég fagna því. Ég bara fagna því að sjávarútvegurinn að fjárfesta reynda líka í erlendu fyrirtækjum. Ég get alveg verið sammála þessu með að mögulega hafi þar sem þau eru að borga ekki verið sanngjarnt. En ég alltaf bara að velta fyrir mér niðurstöðun og þegar það talað með það voru mikið svona með þeir voru náttúrulega þættir sem voru gerðir á Vesturport þar sem svolítið verið að fjalla kvótakerfið og það svona almennt bara talað sjávarútveginn mjög mikið eins og það sé bara ákveðnir aðilar sem að hafi fengið þjóðarauðlindina gefins og það kannski alveg rétt að það hafi ekki verið alveg rétt að þessu stað á sínu tíma en þá einhver eftir að ná að selja mér að það sem þó hefur gerst að einkageirinn hefur náð að gera rosalega mikið úr og gera þetta óbúslega vel og spurningin hvernig getur þú hámarkað framkvæmda gleðina í einkageiranum en samt skila þess aftur inn í íslenskt samfélag og það sem ég myndi alltaf óttast þá leið ég fyrir að skattleggja þá þetta eru aðilarnir sem eru bestir á öllum í að koma peningum í skattaskjól koma peningum út úr landi og svo það bara almenningur sem situr eftir. Já, ég vil meina það að í heildina hafi einmitt íslensku sjávarútvegur frekar einmitt staði svolítið vaktina hvað þetta varðar og haldið áfram að fjárfesta í greininni. En við erum samt að sjá að sjávarútvegurinn þrátt fyrir að gjöldin hafi verið sett á að þá halda þeir áfram að fjárfesta sem segir mér að þetta sé hólegt. Við þurfum hins vegar þegar við erum að byggja upp kerfi þá þurfum við að byggja upp raunverulegt sanngjarnt kerfi sem að veitir greininni svigrúm til þess að athafna sig, svigrúm til þess að blómstra, svigrúm til þess að fara í fjárfestingar, fara í nýsköpun, stundum tekst hún, stundum ekki, allt þetta. Þetta þurfum við að gera en það þarf líka að vera þessi samfélagslega sátt, þannig að fólkið í dag segi ég bara nokkuð sátt með það að sjá að greinin hún byrjað að greiða núna eðlilegt gjald til þjóðarinnar leið þegar hún svigrúm til þess að athafna sig. Þetta ekki það mikið og við sjáum það. En síðan hef ég líka fengið frá öðrum greinum, eins og til ferðaþjónustunni sem að segir og hóteleigundur og fleiri sem segja við eigum rosalega erfitt með að keppa við fjármagn sem kemur úr sjávarútveginum. Af því þeir eru með forskot, af því í byrjun voru þeir frekar með meðgjöf, af því þeir voru ekkert að borga fyrir, eins og byggingaraðalar, þeir borga fyrir byggingareitin. Þeir voru ekkert að gera það. Spurningin alltaf þannig að þeir hafa verið að koma til mín litlu kannski aðilarnir eða smærri aðilarnir og segja, fyrir okkur forskotið svo mikið, við náum ekki og þá skapast ójafna. Þannig að maður komur alltaf í stöðuna, hvað getum við gert við stöðunni eins og hún núna? Því ég held að ef við förum þræðum okkur aftur í tíman, þá var alltaf eitthvað sem gerðist einu sinni sem var mjög ósanngjarnt. Og þess vegna það náttúrulega íktasta útgáfan í gegnum mannkynssögunni hefur verið einhvers konar tilraun til svona alræðis sósíalisma, þar sem allir, það einhvern veginn hvernig getum við, það voru einhverjir sem fengu ósanngjarnt forskot. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.